Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni, klukkan orðið 8, þá segjum við fréttir. Hjá mér Sigurjón Magnús og Páll Ásgeir. Við skulum bara byrja á samkynnis aðalanum okkar, Ríkisútvarpinu. Það var svona verið að bíða eftir þessu allan dag að stjórnin ætlaði að halda fund. Já. Og það labbaði stjórnarformaðurinn út og tilkynnti það að Ísland tekur ekki þátt í Eurovision. Já, en mjög, útvarpsstjórinn og framkvæmdastjórinn var búin að stela glæðum. Það er næsta frétt sem að kemur Já. Það á MBL. Já. Og þar kemur það fram sem hefði svo sem átt að koma fram strax að þessi ákvörðun var tekin áður en að fundurinn var. Það var á dagskrá fundar stjórnarinnar að stjórnin taki þessa ákvörðun, en þá kemur útvarpsstjóri bara inn á fundin og segir að við erum búin að taka ákvörðuna í framkvæmdastjórninni sem einhverjir 9+ manns sem eru í henni. Það er svo bara yfirmannasettið og svo náttúrulega hefur það komið fram í fréttunum, í viðtölu við hann, að ákvörðun ekki tekin af pólitískum ástæðum, heldur það af dagskrárlögum eins og hann segir, að það hefur verið mat þessar framkvæmdastjórnar að það veri bara allt of mikið leiðindi kringum þetta og það veri ekki neinn ávinningur en að hafa þessa söngvakeppni. Hugmyndin væri svo að þetta yrði svona sem myndi sameina þjóðina og vera gleði, en það veri ljóst að svo yrði ekki, þess vegna er þetta ekki ákvörðun að hætta þessu. Hvernig segðu þau ekki grætt á þessu síðast? Já. Þetta hefði mátt bara dáta Stefán Jón bara afgreiða mál og hafa ekki þetta að segja. Taka ákvörðun af pólitískum ástæðum. Það hefur meiri stíl yfir því. En af hverju haldið að Stefán að gera þetta? Eiríksson? Vill ekki að þetta sé fjallað þetta eins og pólitíska ákvörðun. Þetta er einhvers konar undanbrögð eða... Það er orðið sárara fyrir RÚV. Já, ég held það. Þetta sé eitthvað svona að hann metið að það sé betra fyrir þá í samstarfinu þessum evrópsku sjónvarpsstöðvum í framtíðinni að þetta sé ákveðið svona. Já. En þetta er ekki tónninn, nú er kannski ekki alveg að marka það hvaða fréttir maður hefur frá Spáni og Írlandi, hvernig ákvörðun tegna þar, en það er alltaf, ég hef alltaf verið trúið að þetta verið pólitísk ákvörðun. Já, þannig er alltaf talað þetta, sniðgöngu eða ekki sniðgöngu og það er alltaf fjallað þessu pólitíska ákvörðun og það er ekki hægt að líta á þetta sem annað. Þess vegna finnst mér þetta svolítið slappt að Ríkisútvarpinu að gera þetta. Já, en stjórn RÚV raunlega ýtir honum í þetta þá. Hverju? Stefán Eiríkssoni og fræðvöldum. Nei, ég held ekki. Ég held að hann sé raunverulega stíða. Ég meina, af hverju heldur að Stefán Jón hafi verið með þessa tillögu? Til að þurfa ekki, hann vildi ekki það að stjórn RÚV myndi gera þetta. Þetta hefði verið samsett í stjórn RÚV. Ég held að það séu bara 3 sem hefur á móti. Ég held að það hafi komið fram hérna. Það var miðflokksmaður og sjálfstæðismaður líklega. Já. Þannig að mér finnst þetta ekki svona, þetta hafi verið svona klókindi af Stefáni Jóni að þröngva Stefáni til þess að taka þessu ákvörðun. Eða þjóðin sé klóð? Nei, þú ert að segja það. Nei, já, hann vilji ekki láta stjórnina. Já, ég veit það, það verið pólitísk ákvörðun af stjórninni. Já, einmitt, þetta er vekk fyrir það. Já. Það er svona hljópan til. Herðu, en það var samstöðufundur þarna, ég nú bara með plakatið sem að vildi því. Þetta partí er orðið lélegt, þetta var Páll Óskar og félagar sem voru hann fyrir utan. Þetta var fólki sem að vann, að þau komuð til skila, að það yrði svo mikið leiðindi ef Ríkisútvarpið ætlaði að fara að halda einhverja sönglega keppni með þjóðarmorðingjum, að það er ekki friður það. Þannig að þetta fólk vann. Og þau leiðindi hefðu þau kannski fyrst og fremst bitnað á þeim listamönnum sem hugsanlega hefðu viljað taka þátt í keppninni. Sem kannski ekki verið margir. Nei, það sýndi sér svolítið í fyrra, ef ég man rétt. Það var Breit sem sagði sig frá þessu, en það náttúrulega voru margir sem lýstu því yfir að þeir ætla ekki að taka þátt. Já, en að því margir sem ég fylgdist með þessi fyrra, þá sýndist mér að væru allmargir tónlistamenn sem svona kusu að sitja hjá í fyrra, þannig að það var framboðið af þáttakendum var auðvitað öðruvísi heldur en það hafði verið árin á undan. Og kannski vonlaust núna þá, af því að mórallin er mikið meiri, Það er náttúrulega alltaf einhver sem er til í að... Ég veit það. Eitthvað svona Mel Gibson típa. Sem er fælkar fram. Sylvester Stallone var að fá einhver orður frá Trump daginn, hann í Lincoln Center, sem og Kiss. Það er alltaf einhver svona menn sem að vilja taka þátt í. Já, Trump, hann mætti þarna til að þykja verðlausa orðu frá FIFA. Já, verðlausa, fríðarverðlaun FIFA. Já, hvað, það má vel vera að þegar fram í sækir að þá verður þetta mjög eftirsótt fríðarverðlaun. Það er ekki gefast upp. Já, hann mun ekki lífa þann dag. Þetta verður samgripur í þeim skilningi. Þetta er sennilega eina skipti sem að FIFA á eftir að veita þessu verðlaun. Þrándur Þórarinsson er málari
hérna sem að málar mjög svona pólitískar myndir, hann setti inn á Facebook. Það sem að myndin hérna til vinstri það sem að málaði í fyrra af Stefán Eiríksssyni með hérna gyðingastjörnuna á baku sig og lögguhúfuna með hann náði bara eftir að tilkynningin kom að mála yfir þetta. Hann er búin að leiðrétta myndina og hann Stefán Eiríksson með 2 friðardúfur á hausnum. Stefán Eiríksson hlýtur að vera ánægður með þetta. Jú, þetta skemmtilegra samhengi, svo sagt hérna frétt frá Al Jazeera. Það náttúrulega hörmungarnar halda áfram á Gaza. Það náttúrulega búið að eyða, ég man ekki, var ekki 85% öllu íbúðarhúsnæði sem hafði verið brotið, þannig að og bara, þá það er ekki sens að búið, það er bara möl eftir. Og þannig að langstærsti hlutin býr í tjöldum og það er komið vetur og það er spáð stormi og fleira, þannig að ástandið þarna er hryllilegt. Og bara rigningavatn og bara hryllingur. Fólk að sofa í drullafóllum. Og við erum að muna það að þótt að við séum ofta að tala um þetta mál í tengslu við Eurovision sem kannski þegar uppistæðið skiptir náttúrulega engu máli. Þá þarna fólk að deyja núna, bara vosbúð og það er skortur á læknishjálp og það er skortur á mat og þetta þjóðarmorðið heldur áfram, þrátt fyrir hið meinta vopnahlé. En Mokkinn, hann var með fréttir að því við erum að tala um RÚV, þá tek ég frétt af Mokkanum í morgun að þetta var forsíða Mokkans, boða 50 milljóna innspýtingu til RÚV. Þegar maður lesi þetta síðan, kemur í ljós að ástæðan bara það að Íslendingum hefur fjölgað. Það eru fleiri sem að borga útvarpsgjaldið. Ríkisstjórnin ekkert að taka ákvörðun að hækka gjaldið eða neitt. Það bara eru fleiri greiðendur. Þannig að það er hægt að snúa upp á þetta og segja að innspýtingin komi frá Pólandi. Já, það kannski Úkraínu, kannski eru það að borga. Ég held að ef þú ert úkraínsku flóttamaður og ert komin í vinnu, þá er tekið alveg útvarpsgjald. Já, leiðut komið kenntölu. Þetta eru bara nýjar kenntölur á þjóðskrá. Þannig að þá eru En framsetningin á Mokkanum alveg kostuleg, sko. Já, kostuleg. Það kemur fram náttúrulega mjög fljótlega skýringin að það er bara fleiri skatt þegar. Já, þú ert að lesa. Svo spyr, já, en hefði þá ekki verið nær bara að lækka gjaldið, segir blaðamaður RÚV. Nei, við pældum nú ekki til því, þetta er bara eitthvað svona, segir Logi. Herðu, það var önnur frétt sem var líka verið að bíða eftir, það var Hæstiréttur, en hérna frétt á RÚV, Neytendasamtökin töpuðu vaxtamálinu. Það kemur hérna á eftir, hann Breki Karlsson að útskýra þetta mál. Þetta mál var öðruvísi en málin það sem að Neytendasamtökin unnu. Þetta er eldra mál og þar alveg verið að dæma af eldri lögum að neytendaverndin sem kemur frá Evrópu, bæði í eldri lögunum og nýju lögunum, að hún er aðeins meiri í nýju lögunum. Næsti dómur verður eftir þeim lögum. Já, það er 2 mál eftir. Annað er eldra mál sem að mun kannski falla svip á þetta, alveg að ég veit ég er ekki svo klókur í lögfræðinni, en hitt málið er eiginlega meira spennandi sem að tengist á nýrri lögum. Það er neytendur von. Það gæti haft miklar afleiðingar. En Viðskiptablaðið var með fréttum það að Arion banki hækkaði. Ástæðan er svo að þeir höfðu sett, minnir að það hefur verið 4,5 milljarður í varasjóð til þess að mæta því að þeir töpuðu þessi mál í dag og það bara þetta 4,5 milljón í aukinn hagnað. Og þannig að ég veit ekki allir bankarnir verið þar ekki vel yfir 100 milljarða á þessu ári í hagnað samanlagt. Kappar hafa það. Herðu, en talandi samband evrópskra sjónvarpsstöðva, að ein frétt sem að var í dag tengist því, þannig að það var samvinnuverkefni evrópskra sjónvarpsstöðva að vinna frétt sæðisgjafa sem er danskur eða ekki, sem að kemur í ljós, hann vissi það ekki áður og enginn vissi það áður, en það kemur svo til ljós að hann er með arfbera sem að veldur því að afkomendur hans munu fá krabbaminn. Það er talað í brekkageninu sem að tengist brjóstakrabbaminni, að ég held þessu 60% líkur að þú fáir krabbaminn ef þú ert með þessa genabreitingu. Þessa genabreiting sem þessi maður er með, það er 100% að þú færir krabbaminn. Og það er talið, mér finnst það skrítið að ég sé ekki komið fram, en það er svona næstuði fullirt að það hafi börn þegar dáið. Já, það var sagt fullum fötum í einhverju frétt sem ég sá um þetta. Það sem ég fannst, þetta eru þetta skuggalega fréttir og hlýtur að vera mikið áfall fyrir þá sem eiga hluta máli. En ég vakti aðeins athygli mín í umfjöllunum þetta að það var eins og fjöldi þeirra barna sem að er undir í þessu, hans í miklu hærri heldur en
svona einhvers konar eftirlitskerfi þessara glasafrjóvgunarstofa gerði ráð fyrir. Það má ekki dreifa sæði eins manns svona víða. Þannig að þetta var svona áminning það að það innra eftirlit sem þessar stofnanir setja sér, það greinilega heldur ekki. Og það hugmyndin og það ekki bara áhættan út af einhverjum erfðabreytingum, það bara að það sé ekki of mikið af systkinum að núti, sko. Svo það líka. En þetta var frétt hérna, ég man ekki hvort við fjöllum þetta er hérna frétt frá því fyrra árinu sem var í Guardian, að þetta mál náttúrulega komið fram fyrir löngu síðan. En það sem sagt bara, núna var að vera að ljúka þessari sameiginlegu rannsókn Evrópska sjónvarpsstöðva á málinu og það sem kemur meðal hans fram að sæði þessa manns fór til Íslands. Þannig að það einhver íslensk börn sem eru með þetta. Ætlar ekki RÚV að fjalla eitthvað nánar það mál í kvöld? Jú, hann var með þetta í hérna Kastljósi. Og það er þannig að síðan eignast börn og þá 50-50 líkur hvort að þessi erfðabreyting haldi áfram og að þau börn séu þá 100%. Það er bara snjóbolti. En svo náttúrulega það ekki dauðadómur endilega, kannski hægt að lækna krabbamein, sérstaklega ef þú veist að með góðum fyrirvara líkurnar að þá fer fólki líklega í mjög reglubundnar krabbameinskoðanir og öllu líkjum hægt að grípa inn í. Þannig að sömuleit þetta góð frétt, því það er betur þetta að komi fram heldur en að fólki viti þetta ekki. Betra að vita en viti ekki. Herðu, við skulum fara til Ítalíu, þar Zelenský varðan í gær, við fjöllum það, hann fekk að heimsækja páfann meðal annars. Þarna kemur fram þessi staða og það er svona, mér heyri svona umræðu vera svo annarkvort endar þetta mál með einhverju friðarsamningi sem verður mjög í anda þess sem að Rússar vilja helgina eða ekki. En ég tók þessa ítalsku fréttu upp að því að þarna kemur fram að Meloni er að þrýsta á Zelenský að ganga að þessum samningsdrögum. Og því ég var að segja í gær að Ítalarnir eru svona, þeir eru ekki alveg í fyrstu deild í Evrópu, það sem eru sko Bretarnir, Frakkarnir og Þjóðverjarnir og það sé sárt fyrir Ítalana að vera svona. En kannski ástæðan fyrir að hún var ekki með á fundunum í Downing-stræti 10 er að hún er með aðra afstöðu heldur en og það er náttúrulega þannig að það er annað sagt í bakherbergjunum og fundarherbergjunum heldur en við heyrum alltaf í fjölmiðlum því að við heyrum oft svona eitthvað sem að bara er metið þannig bara út frá stöðu mála sem betra við heyrum en þarna kemur sérst fram að Meloni hafi verið að þrýsta á Zelenský að sætta sig við að gefa eftir lönd sem hann hefur verið að neita í fjölmiðlum og það er aftur verið að hafa í huga að hann náttúrulega getur ekki sagt að já við erum til í að gefa Donbass frá okkur hann bara getur ekki sagt það en það má vel vera að það sé verið að semja það að baka töldir Le Monde líka með þetta og þar kemur fram að Evrópuleiðtogarnir 3 þarna forseti Frakklands, forsætisráðherra Bretlands og kanslari Þýskalands hafi verið í samskiptum við Trump að reyna að hnika þessu til af því að Evrópa getur ekki sagt sig við þessi skilyrði sem í þessum drögum en þau held ég sé að koma í rennu fyrir öllum Evrópa getur heldur ekki haldið þessu stríði áfram ef að Bandaríkin draga sér tilbaka og líkurnar á því að Evrópa geti náð í þessa sjóði í Belgíu alltaf að verða minni Seðlabankinn í Evrópu vill ekki gangast í einhver ábyrgð fyrir þessu Belgarnir vilja ekki leipa inn í þessu og þá er eiginlega valkosturinn það að Evrópa sitji annaðhvort taki bara lán Evrópusambandið taki lán sem að ég held að yrði fellt bara af Ungverjum og Tékkum og fleirum sko og líka bara löndunum í suðrinu það líka sem að dragast fram núna að stuðningur við Úkraínu að fátækari lönd í Evrópu sem hafa þegið peninga að þau eru tregari í því að samþykkja einhverja stór framlög til Úkraínu þess að það mun minnka framlögin sem að þau fá löndin sem að láta peninga og fá minna eins og til dæmis Noregur í EES-samningnum eða Hollendingar og Norðurlandaþjóðurnar að þau eru ákafari því að peningarnir fari til Úkraínu vegna þess að þeim, það breytir einhver fyrir þau leggja til peningana og þau fara til Úkraínu eða hvort þau fara til Portúgal eða Spánar eða Grikklands skiptir þau ekki máli, eða skiptir öllu máli fyrir Grikki og Portúgala þannig að þetta kannski það sem að svolítið að dragast fram þarna og svo annað mál, ég tek að úr blaði, svona vef sem er gefið út í Kænugarði
En þetta fjallar það að það voru handteknir menn sem voru í spillingarannsóknum fyrir svona 5 mánuðum síðan og þeim var sleppt út í gær og það hluti af þessu, það verið að þrýsta á Zelenský að hann verði að slaka á vörnum sínum við þessum spillingarannsóknum sem að beinast mjög að honum og kannski þetta Bandaríkjamenn sem eru að vinna að þessu að veikja hann vegna þess að við heyrum bara hvernig Trump talar og margt fólk í kringum Trump að Zelenský það þurfi bara að losa sig við hann og skilyrðin að eru kosningar í Úkraínu koma frá Bandaríkjunum alveg eins og frá Rússlandi. Og Zelenský hefur verið víða að segja það að hann óttist ekki kosningar og svona en heldur að hann vilji fara áfram ekki bara maður búinn að fá nóg? Ég held að til þess að ef hann gerir samninginn og gefur frá sér 4 óblöst pluss Krímskaga þá eigi hann enga framtíð í pólitík og það náttúrulega, það má sumulítið segja jafnvel Macron eða Keir Starmer að þeir eru búin að eins og kallað investra mikið í einhverjum máli og það erfitt fyrir að bakka út úr þessu og ég held að sé alveg sumir af eins orðað þannig að ef hann skrifar undir samninginn að Zelenský þá mun hann nú ekki hefur það gráharður eins og það segja einhvers staðar í einhverju tungumáli þannig að hann getur verið í lífsháska eftir þetta þannig að þetta er náttúrulega hryllilegt mál sem þetta og sem að kannski þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna hefur líka dregið fram að hvað er mikil vandamál við í Evrópu og mikil taugaveiklun. Ég er með fréttina frá Reuters sem að fjallar að það var lýst yfir neyðarástandi í Litháen. Ástæðan var svo að það fundust blöðrur sem að voru að flytja sígarettur frá Hvíta-Rússlandi. Það eru einhverjir smyglarar, gæti verið smyglarar. En yfirvöld þar sé að við verðum að hafa allan varan á. Þetta gætu verið Hvítrússar og Rússar sem væru að senda inn einhverja dróna eða njósnatæki yfir til okkar í þessum belgjum. En Hvítrússar segja að þetta er ekki bara einhver frá ykkur sem að smygla ódýrari sígaretturnar í Hvíta-Rússlandi og við þekkjum það til dæmis bara að er ekki Danirnir fara til Þýskalands og Norðmennirnir fara til Danmerkur og Norðmennirnir fara til Svíþjóðar og Finnarnir fara til Eistlands. Alveg vilt og galið. Kannski er þetta þannig mál en kannski er þetta bara mesta öryggisógn sem hefur staðið að Litháen lengi. Taugaveiklunin er víðar, það er verið að samþykkja fjárlög í Frakklandi sem eru mjög erfið og hluti af aukning á framlögum til hersins sem að forsætisráðherrann Lakurno segir að við verðum að byggja upp herinn svo hann sæmi því stórveldi sem að Frakkland þarf að vera í breyttum heimi. Það hljómar allt svolítið skringilega fyrir okkur En til dæmis þjóðfylkingin sem er með í könnunum svona 37% fylgi segir að þarna síðan að reyna að nota Úkraínustríðið til þess að koma í gegn óvinsælum fjárlögum en hann eiginlega stillir sig þannig upp að þá sem að hafna fjárlögunum hann vill veikja Frakkland á viðkvæmum tímum þannig að þessi stríðsástand þetta valdur taugaveiklun á bara út alla Evrópu og við vorum náttúrulega bara að tala Eurovision það er bara sem við tekið þetta á öðru stríði Herðu og talandi það að ég nefndi þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna sem var náttúrulega svakaleg lesning hvernig bandarísk stjórnvöld skrifa Evrópu svo mæti Trump í viðtali í Politico á eftir og heldur áfram að tala hvað evrópsku leiðtogarnir eru miklu vesalingar og aumingjar og fer líka að tala eins og hann gerir vanalega að ástandi í London sé þannig að það séu bara sharia-lög eiginlega í gildi í London að múslimar hafi bara tekið yfir London, það er út af að Khan borgarstjóri er þarna og ég benti á það einhvern tíma þegar hann gerði þetta í Sameinuðu þjóðunum hvað hefði verið veik vörnin hjá pólitíkinni í Evrópu þar sem að forseti Bandaríkjanna var í púltinu í Sameinuðu þjóðunum að hella sér yfir þennan borgarstjóra eins og hann væri bara valdarenningi og væri að grafa undan bara öllu öryggi í London það var ekki hægt að ganga göturnar lengur í London alls konar þvæla eins og þið hafi heyrt Trump segja og ég var að benda á að það var í lengi sem tók upp hanskan en núna er svolítið öðrun stemming hann Keir Starmer, hann bara kemur strax Herðu, viljum meira frá Trump hann var að lýsa yfir að ef þú ætlar að fara sem túristi til Bandaríkjanna að þá verður að skrifa undir það að þeir megi fylgjast ef þú verður að opna alla samfélagsmiðlaðina undanfarin 5 ár svo að þetta njósna þig hvort að þú hafi verið með einhver óameríska posta
Það væri áhugavert, þetta náttúrulega hluti sem allir skilja, það allir á samfélagsmiðlum, þannig að þetta frétt sem auðvelt að tengja sig við. En ég held nú, ég veit ekki, ég sé ekki alveg hvernig það framkvæmst. 5 ár sem gæti orðið þess valdandi að Trump-stjórnin myndi líta svo að þú væri ekki velkomin til Bandaríkjanna? Ég hef ekki hugmynd það hvað ég hef sagt síðustu 5 árum. Og ef einhver þarf að setjast niður og lesi gegnum það alltaf, þá hef ég samúð með honum. En þetta bara orðið staðan, þannig að ef þú hefur verið að hallmæla Trump, ekki sleikt á hann úr rassin eins og sagt þá fari ekki að fara til Bandaríkjanna. En þetta nú ekki nýtt fyrir Íslendingar ég meina það hef alltaf verið Íslendingar sem störfuðu í stjórnmálum og vinstrivægnum hérna í gamla dögum kaldstríðsins, þeir fengi ekki áritun til og þá virkaði þannig að það voru Sjálfstæðisflokkurinn hélt mikil plögg yfir stjórnmálaskoðanir fólks. Það var ekki Styrmir sem fundaði með svo hefur komið fram að vikulega mættu meðal annars Styrmir og fleiri mættu vikulega fundum í sendiráðu og voru náttúrulega að tala við leyniþjónustuna og þar gengu líklega á milli listar yfir fólk, þannig að sumir menn sem höfðu verið vinstramenn, ekki Keflavíkurgöngu eitthvað slíkt að þeir gátu ekki farið, ég þekki marga fjölskyldusugur þar sem að menn héldu þeir getu farið í verkfræðinám í Bandaríkjunum og kom í ljós og svo var ekki. Sigurður félagi okkar Sigurðsson, hann mátti ekki millilenda þar þegar hann var að fara til St. John í Kanada og þetta Kostnói og Jóhann Hjartarson og þeir bara neituðu hann, það var blaðamaður Þjóðviljón og svo hringdi hann í Steingrim Hermannsson, þáverandi forsætisráðherra. Hvað það núna, sagði hann og svo hringdi ég bara korteri seinna frá sendirinn og sagði þetta tilbúið hérna og getur svo það. Ok, þannig ef við komumst ekki til Bandaríkjanna þá hringið bara í Kristrúnu, hún mun bjarga þessu. Nei, hann var utanríkisráðherra. Það er Þorgerður Katrín, hún með opið síma, öll kvöld að hjálpa fólki að komast til Bandaríkjanna. Þessi frétt frá að það aðgangsskilyrinn að Bandaríkjanum. Þetta samt svona frétt sem enginn trúir í alvörunni. Nei. Þetta í alvörunni. Sko. Þetta bara, en við höldum að þetta sé eitthvað grín. Þetta í alvörunni. Sko. Já. En það er gríðarlega erfitt samt að taka þetta alvarlega. Það bara svona hefur heimurinn breyst. Já. Stáka minnir. En hugsaðu allan mannaflan sem þarf til þess að nema auðvitað þannig hægt að nota gervigreind til að skoða Facebook 5 ára eftir tíma. Eða hvað það sem þú notar. Herðu, en ég með meira frá Bandaríkjunum að frétti í Washington Post, það Home Security, hvað það öryggisstofnun Bandaríkjanna sem á að sjá öryggi á heimavelli af því að bandaríska leyniþjónusta má ekki starfa innan Bandaríkjanna og FBI, alríkislögreglan verður bara að sinna lögreglumálum en þarna njósnir bandaríska þegna og þeir hafa líka þeir hafa fengið svo mikið að auka fjárveitingum og ég held að ICE, þessar útlendingastofnunir þeirra sem fer með svona grímur götur Bandaríkjanna og tekur fólk og sendur landi sem lítur öðruvísi út heldur en Trump að þeir fá svo mikla peninga að þeir ætla að kaupa sér heila flota af 737 þotum til þess að flytja fólk úr landi. Svona að því að þeir eru að velta fyrir ykkur hvort þetta sagt eða ekki, sko. Að það er verið að kaupa gripaflutningavélarnar. Þetta atvinnuskapandi ofsóknir. Já. Þeir sem líti ekki út eins og Trump. Já, ég segi... Það margir... Já, en maður segir það svolítið í Íslandi. Þeir sem að viðast ekki vera ættar og hún var síslu. Það sérstakur út í tíma. Já. Herðu, en það óánægja með Trump. Hann orðinn kannski svo forseti Bandaríkjanna sem hefur mesta anduðin á móti sér. Hann samt ennþá mikið fylgi, sko. Það eru 42% sem ánægðir með hann á meðan eru kannski 56% sem óánægðir með hann. En ekki líka hægt að sjá ansi mörg merki það að þessi bylting sem að Trump leiðir sem stundum kölluð MAGA-hreyfingin þessi bylting þegar byrjuð að éta börnin sín eins og Já, það maður sér að vinsældir hennar ekki eins sömu en því ákafur eru þeir að koma einstakir þáttakendur í þessari byltingur sem að byrja að snúast gegn honum eins og Marjorie Greene og svo sést það í kosningum, ég með frétt frá New York Times sem reyndar kosningar í Miami, þar kosin borgarstjóri, kona sem heitir Ellen Higgins
fyrsta skipti í 30 ár sem að demókratar verða ná borgarstjórunum þarna. Þarna náttúrulega hafa kúbanski flóttamenn mikil pólitísk átök eins og við kannski þekkjum úr þessum bíómyndum og svona, þannig að menn þekkja það. Það náttúrulega miklir svona andkommunistar og alveg harðir, grjótharðir republikanar, en það dugar ekki lengur út af óvissanlegum Trump. Demókratar, þó að enginn sé á því að þeir standi sig vel í einu en einu, þá vinnar allar kostingar. Það bara vegna þess að Trump svo óvinsall. Pendullin að koma tilbaka aftur. Já, það samkvæmt þessu. En því fylgir ofta að ef þú hugsar að djöfullin hefur skamman tíma, eins og sagði því í opinberabókinni, ef þú upplifir það að við höfum bara örskamman tíma til þess að ná í gegn því sem við þurfum að gera í gegn, þá geta stjórnvöld orðið ennþá ákafari að þrýsta hina óvinsældu stefnu í gegn. Já, og hættulegri sem því miklu hættulegri og komi vekk fyrir að þeir geta unnið kosningar og slíkt. Herðu, ég strókaði út næsta atriði á listanum mínum. En ég veit ekki hvað kemur. Pétur, hvað næsta frétt? Já, það Miðflokkurinn. Hann sækir fram, samkvæmt Viðskiptablaðinu, þetta sem sagt skoðanakönnun sem að Viðskiptablaðið gerir, eða Gallup gerir. Og Miðflokkurinn fær 2 þingmenn, ég með 2 gröf úr fréttum. Borgarfulltrúa, virkjum. Og ég krótaði á það eins og ég gerir stundum, ég setti svona pílur til þess að auðvitað ykkur að lesa. Þetta er pílur sem að liggja frá síðustu kosningum að þessari könnun og við sjáum það að mesta breytingin Framsóknarflokkurinn bara hrínur. Og Píratar eru líka á leiðinni niður. En ekki rétt hjá mér að Framsókn samkvæmt þessu fengi ekki einn einasta? Það kemur fram næst. Já, fyrir. Já, ef ég má fá aftur fylgið. Það er Framsókn sem að tapa og Píratar og aðeins sósíalistar. Og þeir sem eru með pílurnar sem eru upp á við og þið sjáuð að það eru allar með sama hallan. Þannig að það eru allir flokkarnir að vinna svona álíka mörg prósentustig sem að þá Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylkingin og Miðflokkurinn. Aðrir flokkar eru bara óbreyttir. Og þá skulum við fá borgarfulltrúa skiptinguna og þarna Framsókn var með 4, fær engan. Sjálfstæðisflokkurinn var með 6, fær 8, engin breyting hjá VG, Samfylkingin var með 5, fær 7, Píratar voru með 3, fá 1 og Viðreisn var með 1, fá 2, engin breyting hjá Flokki fólksins, Miðflokkur bæti þessu 2 og sósíalistar tapa öðrum af sínum. En við vitum ekkert hvaða fólk þetta er. Nei, það er ekki komið fram hverjir verða í fórustu. Það er margir óvissuþættir í borgarmálunum og þetta sé gríðarlega áhugavert að þá að taka skoðanakönnun við þessar kringumstæður, það segir ekkit rosalega mikið. Við fá aftur síðasta. Framsóknarflokkurinn, Einar verður listan. Já, við vitum ekki hver ætlar að bjóða sér fram fyrir Miðflokkinn. Nei, svo höldum við áfram, það er Sjálfstæðisflokkurinn. Guðlaugur Þór Þórðarson, hann ætlar að segja hvort hann ætlar að fara í leiðtoga. Hann mun fara fram. Hann mun fara fram, en það verður kosið á milli hans og Hildar. VG, ég held að sé allt óljúst hvernig og hvers konar frambóð það verður. Samfylkingin, það verður líka kosið þar. Já, það er ennþá verið að leita leiðtoga. Já. Hún stendur ekki vel. En svo líka ef þú skoðar, það voru nú í fjölmiðlum í gær vinsældakosningar eins konar einstaka borgarfulltrúa. Við ætlum að halda áfram að fara í listan. Píratarnir, það er Dóra Björt leiddi lista síðast. Hún hætti við að bjóða sig fram sem formaður. Alexandra Brím var í öðru sæti og hún tapaði fyrir Octavíu. Þannig að mér finnst nú líklegt að Octavía taki svona kjörinu og leiði listan hvað þetta gera sem formaður í flokki og þetta er eina sem eftir af flokknum og ég ætlar að bara vera framkvæmdastjóri það, ég veit ekki. Viðreisn, það verður það er alls konar fólk sem býður sig fram þar. Flokkur fólksins að það verður breyting þar. Helga Þórðardóttir ætlar ekki að bjóða sig fram. Miðflokkurinn, það veit ekki hver verður í framboði þar. Og Sósíalistaflokkurinn verður alveg örugglega ekki Sanna. Þannig að Sanna verður þá með sitt eigið framboði nema hún ætli bara að fara í prófkjör í Samfylkingunni. En hún nýtur mestra vinsælda meðal borgarbúa. Ef að marka má þessar könnur sem var í gær. Og fleiri áður, hún er langt síðan hún Þannig að bara það hvar hún ákveður að taka sér stöðu. Það gerir þessa könnun ómark. Algjörlega. En við erum með frétt af því sem heimildi var með, við reynda vorum að fjalla um þetta í gær, að þessa sérstöku stöðu, hún er með 24% aðspurða í könnuninni, sögðu að Sanna hefði staðið sér best allra. Næst kom Hildur með 21% held ég, og ég held að borgarstjórinn hafi verið undir 5 eða hvort það var með 2-3%, þannig að hún er með alveg mjög sérstaka stöðu í borgarlandinu, en er heimilislaus.
Áhugavert. Hún finnur sér skjólegustar. Nei, ég veit ekki. Þið tók ekki undir það að hún myndi bara bjóða sig fram í samfélíkunni? Ég er ekki Nei, bara, þetta kemur svolítið. Það samt halda það til haga, fyrst við erum að tala um þetta, að það kom líka fram í þessari könnun í gær að kjörnir borgarfulltrúar eru ekki vinsælir. Þannig að, já, en það sko, þess vegna það svolítið skrítin spurning að spyrja hver finnst þér hafa staðið sér best ef það verið að spyrja þig út í hóp manna sem þú hefur ekkert mikið álit á hvort sem er. Ég vann með manni sem hafði orðum þetta sem það er ekkert afrek að vera efstur í Tossabekk. Nákvæmlega. Það er ekkert sérstakt. Herðu, mér fannst þetta merkilegasta frétt dagsins sem kemur núna, það er á RÚV. Leggja til að réttur til leikskólavistar verði lögfestur. Sko, svo stóð ykkur bara aðgerðarhópur eitthvað svona, ég vissi ekki hver þetta var. En þá kemur í ljós að þetta voru fulltrúar úr 4 ráðuneytum, úr samtökum sveitarfélaga, SA og öllum helstu heildarsamtökum launafólks sem að leggja það til að ríkið setið lög um það að fólk eigi rétt á leikskólavist, börn. Þetta er ekki skólaskylda, en það er verið að stíga þetta skref og þetta væri náttúrulega mikil, af því að það er sveitarfélagum í sjálfsagt sett hvers svona þjónustuðu veita. En þannig þá kemur ríkið með eitthvað ramma til dæmis hvort að þú hefur rétt á því að fara í leikskóla þegar þú ert 1 árs eða 2 ára eða... Og ríkið þyrfti væntanlega að koma þá með eitthvað fjármagn líka. Það held ég. Þannig ég held og það er erfitt að fara gegn þessu, þetta virðist vera bara allir bara... Það hafi verið rannsaka hvernig krakkar standa sig seinna í skólagöngunni, hvort það hafi verið leikskóla eða ekki leikskóla. Ég vildi aldrei átt að setja mig á dagvist og ég vildi það ekki. Já. Og ég sé það núna bara að þú nefnir þetta, að þetta vil stór skaða mig. Ég hefði átt að fara á Drafnaborg. Það var engin okkar bræðra sem fóru fleiri sko. En að þú segir þetta, að þá hlustaði ég á Charlie Kirk, mannin sem var drepinn í haust, síðla sumar. Af því ég var að reyna að kynna mig hvernig hann var. Og eitt af því sem hann sagði í sínum löngu ræðum var að þið ekki að setja börnin ykkar í almenna skólakerfið, ekki setja það, þið kenna þeim heima, því það mun koma í ljós að þeir sem að læra heima að þeir munu vera miklu hæfari og það er fólki sem mun taka öll völd hérna í Bandaríkjunum. Ef við sendi börnin ykkar í almenna skóla þá verður það bara aumingjar og þá verður þau þrælar þeirra sem voru fengu að læra heima. Þetta sagði Kirk í þessu sem... Já, ekki lígur hann. Ekki lígur hann. Eða laug hann. Ja, hann er hálf heilagur maður í mörgum, ég held að sem er hálf heilagur í miðfloknum. Herðu, en það er annað svona frétt, það er að Þorbjörg Sigríður sem er dómsmálaráðherra okkar, hún var hún leggur til ásamt mörgum öðrum löndum breytingar á mannréttindasáttmála Evrópu til þess að auðvelda löndum að henda hælisleitendum úr landi. Það er því að við erum búin að gangast við þessu sáttmála að ef einhver er í neyð að þá er að fá svona eðlilega málsmeðferð og svona, þannig að það er litið á þessi öryggisatriði fyrir alla íbúa í heiminum, líka okkur. En hún er eina af þessum löndum sem að vilja breyta þessu. Ég tók saman eitt kort bara af því til þess að sýna hvaða lönd þetta eru sem eru með þessu. Þetta er nú ansi mörg lönd, þetta eru Norðurlöndin öll. Og þetta er svona Norður-Evrópa og Austur-Evrópa. Einhverju ástæðum eru þarna Spánverjar, Frakkar og Þjóðverjar ekki með. Það eru svona efins. Má þá túlka þetta kort þannig að rauði liturinn sé sæluríki sem allir vilja komast til? Nei, það var ekki við Austur-Evrópulöndum þar sem eru ákaflega fáir innflytjendur og ég held að sé ekki hægt að tala innflytjendavandamál nema þá bara flóttafólk úr Úkraínu í Póllandi og það er ekki innflytjendavandamál í Búlgaríu eða Rúmeníu eða Slóvakíu eða... Hvað veitum við? Nei, það er ekki, bara við vitum það. Það er að þú ætti að hafa innflytjendur til þessi innflytjendavandamál. Þarna er kannski fjöldi erlendra ríkisborgara 3% eitthvað leys. Þau eru ég held þessu 11% í Frakklandi. Þau voru 8% fyrir 20 árum. Ég nefni þetta bara því að það er alltaf verið að tala um þetta sé bara að Evrópa sé að kolvast þess að stórkostlega breytingar. Þetta er nú kannski hljómar ekki sem mikla breytingar. Það hefur verið mikla breytingar á Íslandi. Það hefur farið fjöldi innflytjenda kannski úr 6% upp í 17-18%. Það er eitthvað stærð þar.
En ég veit ekki, af hverju við erum, En kom fram í þessum fréttum hvað það er sem menn vilja breyta í þessu? Það er að auka rétt ríkja eiginlega til þess að vísa fólki bara burtu. Ekki bara út af því að það brotið eitthvað af sér. Heldur bara að segja nei. Okay. Það er nú ekki lausn á neinu það. Það er ekki lausn á neinu. Ég veit ekki, mér finnst það er svo mikil hiti oft í þessum umræðum að stundum finnst manni eiginlega ekkert vit komast áfram í henni af því að það er bara leið og þetta mál kemur á dagskrá og það er bara gargað úr öllum áttum. Og svo kemur ykkur og segir nei, verður ekki að vera skynsum og tekur yfirleitt línu ysta hægrisins að það sé en skynsamlega stefna. Herðu, en þessu tengt svolítið, hún Sabina Lebkov sem er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Hún vill ekki fara í prófkjörið út af útlendingastefnu Kristrúnar og breytingu sem hafa orðið á flokknum. Hún stendur með samfæringu sinni. Það er virðingarvert. Það finnst okkur bara gott mál, fólk gerir það. En finnst okkur ekki leiðilegt að Samfylkingin rúmi ekki innflytjenda? Sem að, ég meina hún myndi seint teljast vera eitthvað svona róttæk, hún hefur verið í konur af erlendum uppruna og var eitthvað tíma formaður þar, ég veit ekki hvað það sé ennþá. Samfylkingin er ekki sérstaklega róttækur flokkur. Nei, en ég meina að maður myndi halda að hún var eiginlega, Sabine væri bara svona meginströms krati. En af hverju er Samfylkingin að færa sig svo mikið að hún rúmar hann ekki? Einu sinni var spurt að því af hverju er Samfylkingin þannig að Inga Sæland getur ekki verið í flokknum? Hvað kerðu við út af til þess að rúma ekki, menn er ekki Inga Sæland bara svona klassísku krati? Já, hún náttúrulega, hún gerði þetta sjálf, hún stofnaði Flokk fólksins sem hún hefði aldrei átt að neina möguleika innan Samfylkingarinnar. Það er það sem að Samfylkingafólk var að segja, af hverju er flokkurinn okkar svona lélugur að hann hafi ekki tekið eftir Ingu Sæland og boðið hana bara velkomna og sagt að, ég meina, hvað segirðu, viltu hækka örorkubætur? Við viljum það líka. Viltu samþykkja sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks? Við viljum það líka. Viltu auka húsnæðisöryggi lágtekjufólks? Við viljum það líka. Hvað kom eiginlega fyrir Samfylkinguna að hafa ekki þessi sjónarmið ofarlega? Ég held að fólk ætti að spyrja þessi núna. Hvað er komið fyrir Samfylkinguna ef að Sabine getur ekki verið í floknum? Herðu, þessu næstu ég tengt. Grímur Grímsson, lögreglumaður, hann var á þingi og hún blöskraði eitthvað umræðan þessi innflytjendamál sem oft verða og hann er að tala um það, þetta sé bara byggt af einhverju þvælu. Það verður að tala og meira sem verður að tala að sé hægt að gera eitthvað sem er auðvitað ekki hægt. Og hann var að tala að það verður óframkvæmileg hugmyndum að hérna verður að henda fólki bara út úr landi. Það bara er ekki þannig. Og það verður að tala eitthvað Dyflinnarreglugerðina að það komist enginn til Íslands nema hafi stoppað einhvers staðar og eigi raunverulega verið í einhverju öðru landi. Hann segir að það er bara ekki þannig. Það er bara hellinga fólki sem kemur hingað til Íslands og við erum samkvæmt öllum sáttmálum verðum við að sinna því máli og við getum bara kastað því yfir á næsta land. Og mér finnst það bara ágætt hjá honum að hann var að reyna að jartengja umræðina. Já. Sem er stundum leyft að vera, af því það er svo mikið hávaði í þeim sem eru með mestu útlendingandúðuna, að fólk veigra sig við að stíga inn í það til þess að fá yfir sig einhverjar hálskeflur. En hann tók það að sér. Hann reyndi þetta. Já. Herðu, en Morgunblaðið var að benda á það að Kristrún hefði verið tvísaga, er það rétt í þeim? Hvenær veit maður eitthvað, hvenær veit maður ekki eitthvað? Hvenær er maður? Hún sagði, mér skilst þetta inntaki í fréttinu það að hún fyrst þegar mál skólastjórans Gráey kom til umræðu þá sagðist hún hafa verið vitað að stæði til en í einhverju annarri umræðu þá vildi hún ekki kannast við að hún hefði vitað. Ég veit ekkert hvað það satt. Stundum veit ég eitthvað en svo man ég allt í en ég má ekki láta neitt vita að ég viti það. Já, en það er verra ef mér hefur ekki verið sagt það formlega þá veit ég það ekki. Það er verra ef þú manst það í fyrra umræðunum en manst það síðan ekki í seinni umræðunum. Ef það verið öfugt og þá geti verið að það hefði allt í einu munað en það er erfitt að afmuna eitthvað. Já, þú getur hafa mismælt sig. Það er ekki hægt að útiloka það. Já, en hún var líka í fréttum RÚV, Kristrún, það var spjall við hana svona ástandið í kringum þessi mál sem að tengjast Flokki fólksins. Mér fannst hún svona skrýtin tónnin í henni, mér fannst hún tala Flokk fólksins eins og svona, næstu við bara vesaling. Fannst þér það? Já, svona góðlátlegt, það er gott að hafa við borðið. Þessi rödd þarf að heyrast. Já, rödd sem að heyrast, hún segir þetta ekki viðreist. Það er nú gaman að hafa Viðreisn með okkur, það er svo skríklegt fólk. Það er ekki sótt að Viðreisn eins og Flokki fólksins. Nei, hún myndi aldrei segja þetta um Viðreisn, sko.
Nei, enda eru þeir líka færir að verja hendur sínar. Nákvæmlega að tala svona, við nefnist þetta... Ég held hún hafi kannski ætlað hún að vera huggandi vegna þess að Flokkur fólksins í dálítið mikilli vörn þessa dagana og eins og það sé ekki nóg, þá eru þeir heldur ekki að höndla vörnina mjög vel. Nei. Þannig að við sjáum allt í kringum okkur, sjáum í þessari umræðu og viðbrögðum flokksmanna að flokkurinn ekki að standa sig vel. Nei. Kristján getur svarað sem eins hætti. Ein útgáfa er þessi. Ástæðan fyrir því að hart sótt af Flokki fólksins vegna þess að þau hafa komið fram með og hafa náð fram málum sem að andstæðingar ríkisstjórnarinnar vilja helst stoppa. Þess vegna hitinn mestur í kringum Flokki fólksins. Það kann vel að vera rétt. Þannig hún ekki að gera lítið úr Flokki fólksins. Nei, hún sagði þetta bara með aðeins öðru þessi hætti. Nei, hún talaði svona eins og Flokki fólksins væri svona veikur. Fengið góða kosningu og þeirra rödd þyrfti að heyrast og það er bara gaman að því. Rödd þyrfti að heyrast er alveg bara... Nei, eða hvað, ég sá þetta ekki sem eitthvað svona móðgun við Flokk fólksins. Jó, ég verð nú að vera sammála smára einhver leiti. Við kjöndum alla íslensku fræðingar til þess að renna yfir þetta. Góðlátlegur tónn í þessu. En vel meint. Já, en það er nefnilega oft hættulegt að þegar það tala eitthvað svona og ert vel meinandi, en ert raunverulega lítilekkan í leiðinni. Þetta geta... Það var kallar talað konur svona lengi. Þetta fullari fólk talar alltaf börn svona. Börn þolir ekki þegar við tala svona eins og maður sé ekki alveg fullburða, sko. Það er langt skemmtilegt þegar maður tala bara við almenni fólk. Herðu, Austurfrétt sveitarstjórnarfundi frestað vegna Fjarðarreiðinnar. Fjarðarreiðina, hvað er... Fjarðarreiðin? Er þetta einhver hópferð hestamanna? Nei. Ég ætla að reyna að búa til nýtt hugtak Fjarðarreiðagöngin. Hvaða sveitarstjórnarfundur er þetta? Í Múlaþingi. Það get ekki aldrei fund, vegna þess að það er ekki hægt að tryggja það að menn komist til og frá Seyðisfirði. Ég held að væri vegna þess að það verið allir fulltrúarnir í Reykjavík að reyna að skammast í... Nei, það er komin austur aftur og sér það bara myndinni þarna. Ég veit þetta að vera dæmi það að Austfirðingar ætla ekki að gefa sig í þessu máli. Ekki neitt. Þetta verður mikið, það verður að hitna svo mikið undir Eyjólfi og ríkisstjórninni út af þessu máli. Já, það getur vel. Það verður að fá sér asbett buxur. Svo búið að setja á hann annað ráðuneyti, sko. Já, því að Guðmundur Ingi er komin á spítala. Já, mér finnst það, kannski hafa það hugsað það, finnst að maðurinn er með alla Austfirðinga á bakinu, þá munar ekkert að hendunum orsar skólastjóra líka, kannski var það hugsað þannig, en ég myndi halda hann hefði bara fullu fangið með sitt. Já, ég líka. Ég held að þetta getur ekki verið svo létt að setja tvöfalda vinnuna. En leiðir þetta ekki líka í ljósa að Flokkur fólksins er ekkert sérstaklega vel mannaður? Það eru bara með 3 ráðherra. Guðmundur fyrir spítala. Já. Vandamálið hans tengist skóm sem að barnabarn Ingu átti, þannig hún getur ekki tekið við að þá er bara Eyjólfur eftir. Ég held þeir hefðu alveg mátt, sko, þeir eiga þingmenn sem þeir hefðu sennilega getað freyst fyrir þessu verkefni. Það hefur aldrei verið gert að þessi tekin svona skammtíma ráðherra inn. Fyrst, Ragnar Þór hefði getað tekið þetta. Já. Herðu, það á Siglufirði haldið úti fréttamiðlunum Trölli.is. Við erum með fréttir á því. Forgátsmál að leggja af Siglufjarðaveg og úrelt göng. Þannig eru þeir náttúrulega að koma með sjónarmiðið að fljótagöngin séu mikilvæg. Sem enginn hefast Við sjáum það þarna, sko. Við sjáum það bara hvað, sko, fara að narta í veginn, sko, bara, þarna er, sko, bjarg bara í sjó fram. Þannig að eitthvað verður að gera þarna. En Seyðfirðingar geta mætt bara daginn eftir og bent á þarna dó maður í fyrragerð. Já, ég veit það. Þannig að það er víða, sko, vont mál. Sko. Já, en þegar þú horfir á það mynd, þá reyndar hafa þeir svo Héðinsfjarðargöngin, sko, til að frá tínum inn. Já. Það er reyndar rétt að halda því til laga. Sem Seyðfirðingar hafa ekki. Seyðfirðingar hafa ekki. Þegar að Fjarðarheiðin er lokuð, þá er Seyðisfjörður inni lokaður, en þessi göng sem að þarna þarf að loka, þau rufu einangrun Siglufjarðar á sín tíma. Það er út af fyrir sjálf rétt að það þarf að loka þeim, en það mætti líka bara alveg loka þeim. Það myndi ekki skerða tengingar Siglufjarðar við umheiminum einu ráði. Nei. Ekki samanborið, ekki þú vilt bera það saman við stöðu margra annar stað. Svo liggur þetta yfir eitthvað snjóþyngsta svæði á Íslandi líka. Já, svo er það. Það er sko í framhaldi af þessu. En mér finnst það samt í þessu áróðustríði og þessu þrasi, mér finnst það vel í lagt þrátt fyrir þetta slys daginn. Þú veist mér það óþarlega djúpt í árin tekið að tala Fjarðarheiði sem einhvern hættulegasta fjallveg á Íslandi.
Ég held að það ekki innistæða fyrir því. Og segir þú sem hefur skrifað alla fjallvegi á Íslandi, eða ekki? Já. Jón Kristjánsson fyrir ráðherra, hann sagði það að Jónas Hallgrímsson félagins á Seyðisfirði þegar hann fór til að hitta hann þar og þá sagði Jónas alltaf þegar Jón var að fara tilbaka, hringdi í mig þú komin yfir. Það veit aldrei hvað gerist í 860 metrar hæð. En það verður náttúrulega ekki lokuð, göngin verður ekki lokuð, en ef göngin verður lokuð þá er ekki til að nafni verði flutt yfir ykkur önnur göng því að Strákagöng er eiginlega fallegasta nafn á jarðgöngum í Íslandi. Já. Hvalfjarðargöngin, Vaðlaheiðargöngin, Strákagöngin, þetta er bara langasta nafnið. Já. Herðu, ég tek hérna á Facebook, Samfylkingin, ég hef verið að halda því fram að Samfylkingin hafi trúað því að það er rosalega vel tekið í nýja samgönguáætlun. Byrjum aftur að bora og þau voru tilbúið með auglýsingaherferð. Ég hef verið að leika hvernig Kristrún að labba yfir Arnarhóla og fleira og þarna er með svo logi kominn og þetta var allt tilbúið til þess að taka við gríðarlegum fagnaðarlátum sem urðu bara ekki. Hún hljópa móti í myndbandinu, hún hleypur móti í þjóðinni. Þannig ég held að eitthvað í Samfylkingunni bara annarkort eru þeir ólæsir á þjóðina og landsbyggðina að þeir héldu að það eru almennu fögnum, nú byrjum við að bora. Já, þannig að þetta rifjar upp Jónas Kristjánsson sem vildi ekki ráða. Ertu ekki að ofmeta þessa andstöðu Austfirðingana? Standa þeir alveg saman í þessu? Hvaðan ert þú að vestan eða? Ég get bara veltaði fyrir mér hvort þetta sé ekki þó að fá henni sveitarstjórnarmenn frá Seyðisfirði sé eitthvað uppsett. Ég held að þú setja að vannmeta hítan. Ef að alþýða manna í merkingunni þjóðin öll hefur eitthvað verið spurð út í þetta mál, þá hefur það alveg farið fram í mér. Ég hef bara heyrt í 1 eða 2 sveitarstjórnarmönnum að austan og þingmönnum stjórnarandstöðunni. Við vorum með Steingrímur Sigfússon sem náttúrulega var fyrst þingmaður Norðurlandskjördæmis eystra. Hann á göngmaður. Hann á Vaðlaheiðargöngin og Bakkagöngin. Já, og Bakkagöngin. Hann er tveggja maður. Og hann lét sér að grafa styttri göngin til þess að gefa verksmiðjunni. Hann var á því að Austurríkarnir myndu vinna þetta mál. Ég held að Steingrímur sé alveg stórkostlega vanhæfur til að taka þátt í þessu umræðu. Já, það getur verið fréttaskýrandi. Það er ekki eins og hann ætla að fara að leggja enn göngin. Nei, þetta er svona eins og að byrja einhvern sem hefur á litrikan feril í skattsvikum að tjá sig fjármál. Hann á 2 göng, Sigurður Ingi á engin göng, það með fylgjónum í pólitík. Hann er farin úr pólitík. Hann er gangnalaus. Ég veist sem að hefði náð 1 göngum að þá væri hann ennþá formaður Framsóknarflokksins. Hann náði bara Hornafjarðarbrúnni. Já, og eiginlega ekki. Þessu næstu því tengt að það voru margar fréttir á stjórnarráðsvefnum þar sem er verið að deila út peningum. Meðal annars það verið að deila peningum til þess að örva lýðræðislega umfjöllun Evrópu og Heimssýn fær þannig 10 milljónir og Evrópuhreyfingi fær 10 milljónir og Háskóli fær 5 milljónir til þess að uppfæra líklega bara vísindavefinn málefni tengt Evrópu. En þeir voru reyndar með eitthvað svona sérstakann Evrópu-vef þegar við vorum síðast að sækjum. Þannig að þetta fóru peningar út. Hvað finnst ykkur þetta? Heimssýn fóðu 10 milljónir. Ég hlustaði nú á hann Harald Formann í þetta helst. Harald Ólafsson. Það var ekki svona á því að hann var ekki beint að segja takk. Nei, en þetta rant frá Haraldi, þessi reiðilestur hans hann talar um þetta svo landráð, að þetta gerði hann algjörlega án alls fjárstuðnings, þannig að það má vel kvíða fyrir því hvað hann á eftir að segja þegar hann færið penning. Þegar ég var hlust á hann hugsaði það er bara einn maður í heiminu sem talar verð Evrópu heldur en Haraldur. Það er Donald Trump. Herðu, það voru líka veitt 28 verkefni sem hlutu styrk úr þróunarsjóði innflytjendamála. Mynda því. En það voru miklu fleiri. Ég bara hvet ykkur til þess að fara inn á það er eitthvað svona jólastemming á VF Stjórnarráðsins. Það eru mikið verið að deila út peningum. Til þess að örva læsi. Hann á til. Ég segi það getur það ekki stóri peningar í sjálfum sér. Í stóra saminginu eins og þið sagt. Það eru margir að fá sæmilega mikið svona, eða lítið. Stjórnmálamenn segja að oftir er að láta frænda sig fá pening. Þetta er ekki háar upp í stóra saminginu. Herðu, en við þurfum í pólitíkinni. Heimildin var með eitthvað úttekt að það veri sundrung hægri manna þegar fylgið mælist mest. Já. Hægri fylgið ef við leggum saman fylgið þessar 3 flokka þá er það bara alveg ágætur hellingur
En þannig bara sko skarð á milli allra. 48%. Já. Cirka í svona Já, og það hérna með svona sko greining stendur efri vörin og ég fór að hugsa hvort að layoutmaðurinn á heimildinni væri með einhverja meiningar að setja svona yfirraskegg á. Já, hann hefur verið að drekka mjólk. Það væri nú það er hérna þessir flokkar eru samtals með eins og segir tæp 50% og eins langt á milli þeirra bara allra hugsa skiptur. Nei, ég ekki saman þessu. Ég sé enga mun á Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum. Já, mér þeim það er kannski, þú getur talað stíl og eitthvað svona, en í sambandi við stefnu, þeir eru sammála í öllum málum. Í hvaða málum er Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn ósammála? Ég veit ekki. Þeir eru, Miðflokkurinn náttúrulega tjáir sig lítið utanríkismál, vegna þess að það er óeining innan flokksins. Ég held að Sigríður Andersen er með svona aðra afstöðu, til dæmis gagnvart stríðsins í Úkraínu, heldur en svona Sigmundur og fleiri. Þannig að þeir tjá sig ekki utanríkismál. Þeir eru sammála innflytjendamál, ríkisfjármál, þeir vildu ekki veiðigjöldin, þeir eru alltaf á móti öllum sko skattlagningum á hinn ríku. Þeir eru, ég meina, Miðflokkurinn er ekki til þess að danski þjóðarflokkurinn með eitthvað svona áherslu á uppbyggingu velferðarkerfisins fyrir okkur en ekki innflytjendur. Þeir eru ekki með það er frekar Flokkur fólksins sem er þannig. Þannig að þeir eru bara með, þeir eru með stefnu Sjálfstæðisflokksins. Það sé þá engin gjá á milli þessara þriggja flokka. Nei, eins og þessi myndi maður aftur erfitt með að sjá til dæmis Viðreisn og Miðflokkinn saman, sem að ég var reyndar hefði átt að benda á þegar við vorum að skoða borgarstjórnarkönnunina, að ég tók saman að þarna var 12 borgarfulltrúar í Sjálfstæðisflokki, Miðflokki og Viðreisn. Það er eiginlega eini svona sýnilegasti meirihlutinn. En ég sé ekki sko Viðreisn og Miðflokkinn saman í neinu samstarfi. Nei. Sjáu þið það? Nei, ég held að hægri vængurinn hann ekki svolítið að leita sér að leiðtoga. Það er náttúrulega Sigmundur Davíð. Já, en það er ekki Sigmundur Davíð. Það er Snorri Másson. Hann gefur aldrei eftir. Hann er á flokk. Já, hann á flokkinn. En getur ekki verið að stór hluta þessari fylgisaukningu Miðflokksins undanförnu, hann snýst það, hann snýst nefnilega ekki innihald eða stefnu þessara flokka, hann snýst það að hægri sinnuðum kjósundum þeim líst betur á Snorra heldur en Guðrúnu. Ég held að Snorri kannski vitt ekki alveg svo mikið. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn er bara ekki í stuði. Nei. Og þá fer fylgið eitthvað og það getur ekki farið yfir á Viðreisn að þeir eru í ríkisstjórn, en það fer yfir á Miðflokkinn. Ekki verið yfir á Framsókn. Framsókn er ekki í stuði. Ég held að stór hluti af þessum vinsældum Miðflokksins snúist það annars vegar að þá eru menn óánægðir með Sjálfstæðisflokkinn, en það snýst ekki síður það að þarna megin í stjórnmálunum þá halda menn eða trúa því að þarna sé komið fram nýr leiðtogi en ekki bara alltaf ungu sko ég veit ekki það hann getur að gera eitthvað stórkostlega glóriur hann á náttúrulega eftir að losa sig hvað eru margir sem að fara svona ungir inn á þing sem að eru einhvern veginn hafa orðið einhvern framtíða leiðtogar sko það gerðist þegar Davíð Oddsson gerði Gunnar Thoroddsen og Sanna Magdalena Eysteinn Jónsson en þetta er algjört fágældi sko nei það er ekki búin að spila bara rassinn og buxunum fyrir 30 Katrín Jakobsdóttir hún var ekkert svo ung það jú allan að jú hún var frekar ung. Ég man ekki nákvæmlega hvað ung. Ég held að þetta eru vonirnar sem snúast Snorra Másson og þessir væntanlegu kjósendur Miðflokksins að þeir halda að hann geti leitt flokkin út úr þessu andrúmslofti þess að það sé skrítið fólk sem að leiði Miðflokkin og hann sé svona einhvern veginn svona frambærilegri og venjulegri heldur en Snorri er ekki skrítið. Jú, mér finnst Snorri skrítið. Hann fær ekki að geta nautak út í móa þetta. Nei, hann er öðruvísi skrítinn, hann skrítnari, þú veist, hann er ekki svona, eins og Sigurður segir, hann er ekki maður sem borðar nautak. En það er í þessu felst náttúrulega sko fall þessarar framsóknar vegna þess að Sigmundur mun aldrei gefa flokkin eftir. Það er ein leið sem er eftir sem er leið Nigel Farage sem er svo að hann ætlar að gera það sama og gerði þeirra í Kanada að stofna flokk til mótvægis við íhaldsflokkin og sameina flokkana og verða leiðtogi hans. Það talað að það sé raunverulegar umræður í gangi í Bretlandi núna að umbótaflokkurinn gangi inn í íhaldsflokkin og Nigel Farage verði leiðtogi.
En það einn möguleiki sem hann gæti. Hann taki sem sagt íhaldsflokkin. Já, því að Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega í stórkostlegum forystukreppu. Það ekki bara fínt að samin þessa flokka og Sigmundur verði formaður? Ég held að það að vera Snorri. 27 ára, ekki 27 ára eitthvað? Jú. Ok. Ég mist af einhverju að það þætti vera það eitt svona ungur sem í þjóðfylkingunni í Frakklandi sem maður gleymir alltaf jafn harðan hvað heitir, sem svona stilt oft fram, en þetta stýrt af fólki á 50 og 60 aldri. Ég held að, ég stend við þessa greiningu mína, ég held að þetta að Snorri Másson sé leiðar vonast besti formaður Sjálfstæðisflokksins. Já, þess vegna. Já. Herðu, Birgitta Macron, hún var í fréttum daginn að því hún var að stefna fólki sem að hélt í fram að hún væri karl, væri bróður sinn. Hún hafði dáið og bróðurinn hefði lifað og tekið upp kyn og nafn systur sinnar og gift. Við fjöllum þetta í sumar. En núna lendur hún aftur í fréttunum af því að hún kallaði það var þannig að það var maður sem heitir Ari Apitan sem leikari og svona stand-up kall, hann var að skemmta og þá mæta svona kvenréttindakonur eða sem eru að berjast gegn kynbundnu ofbeldi og mótmæla og leysa upp samkomuna af því að hann hafði verið kærður eða sakaður nauðgun af fyrirverandi unnustu sinni. En málið hafi verið fellt niður og þær fannst það að vera dæmi að dómskerfið væri karlægt og vildu mótmæla. En Birgitta, hún fannst vegið að þessum manni og svo kallaði, hvað myndum að segja, skítu að tæfur. Eitthvað svoleiðis, já. Eitthvað í þá veruna. Og það var mikið hláfað út af þessu. En þarna Maud Bregon sem talsmaður ríkisstjórnarinnar eða Macron sjálfs, held ég, sem að segja, láta henni í friði bara. Þetta bara eðlileg viðbrögð á henni að þetta maður sem hefur ekkert verið kærður og það verið að ráða staðan og hún lítur á bara vinabragð að mótmæla þessu. Hvað finnst ykkur þetta? Þetta fólk bara nota sér tjáningafrelsi. Það þarf enginn að fara á taugum yfir þessu, held ég. Nei. Þannig að ef hún sagt að hún væri andskotans pakk, þá hefði hún fengið kannski verið kölluð í Kastljós. Já, hugsanlega. En að því við erum í slaufunarmenningunni þá Judi Dench sem nú búið aðla fyrir löngu síðan, að hún segir að Harvey Weinstein sem búið að dæmi í fangelsi og þegar hann kannski séð hann í réttaráð, hann komin í hjólastól og frekar illa farinn og hún segir ekki bara komið tími til þess að bara sleppa honum og fyrirgefa honum. Hvað segir þetta? Þetta hann uppsker eins og hann sáði, þetta karma. Þannig að það út af fyrir sér rétt hjá Judi að kannski þetta bara komið nóg, kannski má hann bara deyja einhvers staðar á hjúkrunarheimili í hjólastólnum. Herðu, það styðsta skoðanagrein sem ég hef lesið langa tíma, kom inn í, þetta hann Vilhjálmur H. Vilhjálmsson sem hæstaréttarlögmaður, djöfulsins helvítis andskotans pakk, ég ætla bara að fá að lesa þetta því það ekki oft sem við getum lesið heila aðsetta grein á vísi. Sannleikanum verður hver sár reiðastur en stundum á satt kyrkliggja, hugsaði ég þegar ég fletti mokkanum á sunnudaginn og sá að það sannað að, svo skal böl bæta að benda á eitthvað annað, höfundur hæstaréttarlögmaður. Kunnið þið að lesa þetta? Þetta hljómar eins og... Þetta þannig að hvetum ekki til meiri lesturs. Það er ekki búið meiri lestur. Já, það var gaman að vita þetta er allgreinin. Hvað það sem að Vilhjálmur á við? Hvað var það sem að las í morgun? Á sunnudaganum var náttúrulega fréttirnar ummæli forseta þings sem hún kallaði helvítis andskotans pakk stjórnarandstöðuna. Mér finnst þetta svo kryptískt hjá honum. Já, ég held að það væri einhver hefði skrifað grein sem hann væri raunverulega á mótmála. Þannig ég fór og rannsakaði mokkan en ég get ekki, við áskum eftir því að eitthvað veit hvað Vilhjálmur að meina. Nefnum þetta sé fyrsta ljóðið sem hann birtir ómberlega. Já, verið með ljóðabók. Herðu, Oddi á Patrísfirði, hann ætlar að gefa öllu sem 67 ára og eldri 5 kíló ís í jólagjöf. Þið eru báðir 67 ára og eldri. Já. Og þeir eru alltaf mjög ánægð með þessa frétt. Að sjálfsögðu. En við sem erum yngri, hvað í þessari frétt kristallast brauðmálakenningin. Já. Þarna er stórútgerðin að láta af hendi rakna til þeirra sem minnst mega sín. Og þetta reyndar næri eiginlega liggur við aftur fyrir kvótakerfi vegna þess að þeir hafa gert þetta í 20 ár. Gefið 5 kíló ís og 67 ára eldri. Já.
Þannig að þetta er svona jólafrétt í rauninni. Sem er árvisa jólafrétt frá Patreksfirði. Þá komum við að henni árlegu vonarfrétt frá Akureyri að Akureyri takist að reka sér eigið flugfélag. Það er eitthvað sem ætlar að reisa við Næsir. Já. Einhver auðkýfingu sem vann hjá Næsir. Það er sérkennilegt að hann var ekki nafngreindur í fréttinni. Hann er auðkýfingu sem vann hjá Næsir. Þýskur auðkýfingur. Já, og vann hjá Næsir. Hann er þarna bara... Það er eitthvað einkennilegt við þetta allt saman. Þessi starfsemi, hún náði ekki heilu ári síðast þegar það var reynt. Og eins og það bent á í þessum texta, þá er EasyJet þegar farið að fljúga nánast reglulega, milli Akureyrar og Kaupmannahafnar. Þeir fá kannski einir Íslendingar búa við harða samkeppni í flugi, ég veit ekki. Þið þekkið að því að þið segja hans auðkýfingur. Hvað heitir hann? Richard Branson. Já. Það var hann sem að sagði hvernig verður maður milljónamæringur, var að spurðu því. Þú byrjar á því að verða milljarðamæringur, svo kaupið þér flugfélag og þá verður þú milljónamæringur. Ég minnir þetta hafi verið svona hjá honum. Starfsmenn ætla að stefna hval í samvinnu við fyrirtækið. Já, það er bara hvalur að stefna sjálfum sér. Það vil fá sem mestu skaðabætunar til þess að geta sótt í ríkisins út af ákvörðun Svandísar, eða ekki? Jú. Það er planið á bak við þetta. Jú. Og það er bara allar að standa straum af kostnaði málsóknar gegn sjálfum sér. Já, til þess að geta sótt svo peningar aftur til ríkisins. En það er, kannski verður þetta, hvernig getur maður orðið milljónamæringur, það er maður verið fyrst milljarðamæringur, svo fer maður í málaferli við ríkið og verður milljónamæringur, það getur verið. Kristján Loftsson segir þetta. En við erum í Hvalfirðinum að það er plan 28.000 tonna af laxi verði búið til í Grundartanga. Sko það er búið að vera, það var heimildamynd núna sem var sýnd í haust og það var gefin út bók núna fyrir jólin, það sem að bóndi í Hvalfirðinum er að tala um mál sín sem að var að reka út að dauða hrossa, því kannist þetta mál búið lengi í gangi. Og þessi kona, bóndin, verður í helgispjalli helgispjalli núna bara á laugardaginn. Og það held ég að sé vitað að það hafa verið svona rollur hafa mist tönn og það er svona með minkað fallþungi og fleira, en það bara er ekki hægt að tala um það því að þá falla jarðir í verði og fleira þannig ég held að sé vitað og það hefur komið fram að sko álverið og járnblendifélagið sér sjálft eftirlit með sjálfum sér og það er svona verið svona vitað eða svona að það er verið að hleypa ýmsu út á nóttinni og eitthvað fleira og ég hugsaði hverjum dettur í huga að setja laxeldi við hliðina á þessum fyrirtækjum. Já. Finnst ykkur það ekki skrítið? Ekki kaupa lax frá Grundartanga. Nei, það er alltaf ekki komið. Þetta er sama og í Reyðarfirði þarna með Alcoa, þar eru eldskvér. Það eru menningarstríði í Bandaríkjunum með byrjað Marco Rubio sem er utanríkisráðherra. Hann gaf út ordrur það að það ætti hægt að nota leturgerðina Calibri og nota Times New Roman því að Calibri væri bara eitthvað Vogue letur sem við ættum ekki láta undan því heldur ættum við bara að standa við gamla Times New Roman. Ég tók skýringamyndi af því hvernig þið lítu út þessi letur þegar eitthvað veit það ekki. Þetta er þetta sem er á fæti Times New Roman og það er anti-Vogue. En Calibri sem er búið til þess að auðvelt að lesa það, sérstaklega fyrir þá sem eru kannski í erfiðleikum með lestur og skilning, að það er bara Vogue-letur sem við verðum að eyða út úr öllum opinberum gögnum í Bandaríkjunum. Það er eina litla orustu. Já, þegar við komin í þessa slóðir að þá var Trump að tvíta í nótt og hann var að tala sem við fjallaðum það var New York Times var með langa úttekt á svona heilsufari hans og þetta verið fjallaðum út allan heim. Við erum að byrta myndir af það sem við erum sofnað og ég hef nú tekið það fram að ég fylgist með blaðamannafundum hans og ég hef síðan tvisvarsinnum dotta, þannig að það er kannski ekki tilefnislausu. En hann sendi frá sér og þetta er frétt frá Time, þar sem hann segir að allt þetta tal heilsufar hans séu landráð. Hvorki meira minna. Nei. Herðu, fundur í boðaður til að hafa áhrif á samrunaviðræður. Þetta er aðalfundur í viðskiptabanka. Ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvernig stóð á því að litla fyrirtæki sem átti að sameina það sem heitir eitthvað, ég man það ekki, sem átti að vera samningaviðræður samruna Íslandsbanka og
nú bara strengur eða eitthvað svona. Og ég skildi ekki að fundurinn væri, að hefði fallið þá verðið á litla fyrirtækinu. En það kemur þarna fram í mokkanum að raunverulega var boðað til fundarins og er ýta undir nýtt stjórnarkjör. Þannig að verið ný stjórn í Íslandsbanka til að koma í veg fyrir þetta, þessa samningu. Þannig að það er svona einhver hasar í gangi í Kauphöllinni. Heimildin var með frétt sem að ég sá var dreift mikið af landsbyggðarfólki, að það eru fleiri listamenn við 9 götur í Reykjavík sem að fá listamannalaun, heldur en í allri landsbyggðinni. Það er sér. Páll, nú er þú fulltrúi okkar á landsbyggðinni. Já. Ég sá að Eiríkur Örn Norðdal, hann var að dreifa þessu og fannst þetta að vera enn einn sönnun það að það veri gengið framhjá landsbyggðinni í stuðningi við menningu og listir. Ég get ekki betur séð en að þessi dreifing listamannalauna endurspegli nokkuð nákvæmlega fólksfjölda á höfuðborgarsvæðinu versus landsbyggðina. Þannig ég sé ekki alveg hvað kemur óvart í þessu. Já, þessi á 9 götum. Já, leggjast í sömu götur. Eru þær nefndar í fréttinu þessar götur? Nei. Nei, mér langt til að vita hvaða götur þetta eru. Já, viltu ekki búa þar? Jú. Ég get alveg búið þar. Þú skrifa margar bækur. Herðu, en svona að ég hef aldrei fengið listamann. Að því erum talað menningarstríð að þá biskupinn stígur fram og segir að henni finnist að skólabörn eigi að fara í kirkju á aðventunni. Það finnst skoðan því. Og hún tekur þetta sem dæmi að hún myndi líka gjarna vilja sín börn fengi að fara í Moskvu. Þið hefur ekki skoðan á þessu? Nei, þetta er ekki... Þið munið það svona kannski snemma á öldinni þegar vantrú var hvað heitust og ég man að besti flokkurinn var alltaf, vildi ekki að Gídeonfélagi vera að dreifa Nýja testamentinu í skólum, hentuðum út úr skólunum vildi. Það var svona meiri hiti í kringum þetta, svona í kringum aldamótin og kannski til 2010, 12, 13. En þetta er svona að byrja að slakna á þessu. Ég hitt stundu fólk sem segir að það sé mjög vaxandi kirkjusókn, sérstaklega meðal ungs fólks. Ég veit ekki það sjálfur, ég hef ekki farið í kirkju sem ég fermdist. Nei, hvorki við í kirkju né ungur. Herðu, Guardian er með frétt það að 0,001% af íbúum jarðar eigi 3 sinnum meiri auð heldur en helmingur jarðarbúa. Og af hverju er þetta? Þessi 0,001% eru bara miklu klárari, myndi Trump segja. Já, Charlie Kirk hefði sagt það líka. Þeir hefðu fengið homeschooling. Já, og Guð elskaði það meira en aðra. En þetta er náttúrulega sem að 2 kirtla gefi náungar sín manna. Þetta er náttúrulega merkjum að sko, samfélag okkar mannana er líklega bara að leysast upp í einhverja furðulegt. Já, þetta er... Bændablaðið er með frétt sem að er náttúrulega stór frétt, loðdýraeldi leggst af. Munið þið eftir þegar fyrstu loðdýrabúum komu? Já. Þessi frétt var til þess að ég fór að búa mig til lista yfir fyrirbæri, að ég er nú svo gamall, yfir fyrirbæri sem að ég hefði séð, byrja og hætta. Og ég kom 3 fyrirbærum á hann lista, það voru loðdýraeldi, vídeólegur og vinstri grænir. Og svo stendur rimgló. Þetta er nú svolítið ógeðfelld búgrein. Þetta er andstyggileg búgrein. Það er engin ástæða til að sjá eftir þessu. Nei. Það er viðurstygg. Það er fátt sem er eins siðferðilega óverjandi eins og að fara illa með dýr. Mér finnst þetta bara, ef ég bara fá myndir aftur, þetta er Bændablaðið og þetta er bara forsíðu fréttina. Mér finnst þetta svona... Það er 1 loðdýrabóndi eftir. Nei, hann er eftir. Það er gamalmenni upp í Mosó. Það er frétt einmitt frá Mosó, því að þú veit að draga Mosó inn í þetta. Það er Mosfellingur sem er blað sem er gefið út, eða vefur, eða blað. Nei, þetta er myndarblað, 48-56 síður hverju viku, held ég. Já, jólin allavega. Þetta er mynd svona hraustasta svona, kannski á Víkublaði líka, en Hilmar Guðmundsson sem er útgefandi og hefur verið ritstjóri, hann er að sækjast eftir fyrsta sæti á sjálfstæðismönnum í prófkjöri. Vill hann ekki eiga blaðið? Nei, hann er búinn að þessi kona sem var á myndinni sem að tekur við sem ritstjóri. Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir. Og tekur við sér ritstjóri og hann er svona látið að störfum og leið þá vill hann bara selja blaðið. Nú, en vill hann ekki bíða hvernig hann fái kjör og svona? Nei, hann er bara öruggur. Já, ok. Herðu, ég ætla að enda hérna á metsölulista Eymundsson. Þetta var, ég man það þegar ég var svona yngri,
Þá var þetta svona stóra fréttir alltaf. Mér finnst að fara að minna fyrir þessu núna, eða hvað. Það er fólk ekki að horfa alltaf á sömu hlutina. Ef við skoðum meðsölulistina, það Ólafur Jóhann, hann efstur. Og síðan kemur barnabók eftir Ævar Þór Benediktsson, þetta ekki Ævar vísindamöður? Jú. Síðan kemur Sigríður Hagalín Björnsdóttir sem var með sögufrægt silfur í Ríkisjónvarpinu á mánudaginn, þar sem Heimir Már átti stjörnuleik. Síðan kemur Ragnar Jónsson og Katrín Jakobsdóttir. Sáuðu dóminn sem Kolbrún Bergþórsdóttir skrifaði? Já, hún var ekki hrifin að það leiðina bókið ekki. Já, bara skilur ekki hvað voru að hugsa vera. Þetta bara óspennandi. Það verðist ekki hafa haft neina áhrif á sölu bókarinnar. Nei. Ég fór einmitt að hugsa að þetta svona frægðarmenni sem að ræða sér. Síðan kemur Yrsa sem oft var að glíma fyrsta sætið við Arnald sem hún í 5. sæti en hann í 8. Kannski á þetta að breytast á Þorláksmessu. En síðan kemur önnur barnabók, Orri verður óstöðandi. Og svo kemur Glæpasaga, allar litlu legarnar, svo kemur Arnaldur með Tál og svo kemur Sif Sigmarsdóttir sem mjög vinsæll svona pislahöfundur, eða síðasti pislahöfundur á Íslandi. Kannski kemur það á blaðamanninum pislahöfundar leggjast af á Íslandi. En ef við horfum á þennan lista og berum hann saman við umsagnir og dóma sem þessar bækur hafa fengið, þá stendur hann eiginlega á haus. Fríða Ísberg sem hefur fengið góða dóma og líka Sif en eiginlega fáir aðrir Jóhannsson og Sigríður Hagalín hefur fengið mjög góða dóma. Jú, Sigríður hefur fengið mjög góða dóma en þar fyrir utan hana þá stendur listin svolítið á haus en hann á eftir að breytast þegar að fólk kemur í panik á Þorláksmessu að kaupa bækurnar að þá kaupir það eitthvað sem bara keypti síðast. Stærstu staflanir. Herðu, takk fyrir að vera að segja fréttir Sigurjón og Páll og Pétur Fjallsteð fyrir að taka upp og senda út og Nikku þakka þér fyrir sem hafa verið að hlusta og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á að það eru áhorfendur sem halda samstöðunni gangandi. En við ætlum að skipta yfir í rauðaborðið. Ef þú ert að horfa á YouTube eða Facebook þá þarfst að bíða eftir nýju streymi og finna það til þess að horfa á mjög áhugaverðan þátt af rauðaborðinu sem er rétt handa við hornið. En ef þú ert að hlusta á útvarpi eða horfa í sjónvarpi þá ert engar áhyggjur af að rauðaborðið að byrja. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ert þú líka með spurningar? Kynntu þér réttindi þínum. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.